Velkomin til fundar. Ég segi 71. fund bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar settan. Mættir eru og sitja fundinn Einar Jón Pálsson forseti, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ársdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Sunneva Ósk Þórðardóttir, Jónína Magnúsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Hlynur Fró Valsson og Magnús Stefánsson bæjarstjóri sem einnig mun rita fundargerð. Áður en gengið til dagskrá hefur bæjarfulltrúi Magnús Sigfús óskað eftir að fá að taka til máls. Magnús, gjörðu svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég með svona smá yfirlýsingu sem ég hef óskað eftir að verði fært í bókar. Þar sem ég, Magnús S. Magnússon, er kjörinn inn í bæjarstjórn af D-lista og er ekki aðili að þeim meirihluta D-, O- og S-lista sem nú er verið að mynda. Vil ég, Magnús S. Magnússon, lýsa því yfir að ég mun starfa sem sjálfstæður einstaklingur í þeim málefnum sem lúta að störfum bæjarstjórnar þar sem eftir er kjörtímabilinu. Og ég óskaði eftir að þetta verið fært í bókar. Takk fyrir Magnús, þetta verður fært í bókar. Við förum þá í dagskrá fundarins og fyrsta mál á dagskrá fundarins er kosning forseta bæjarstjórnar til 1 árs. Samanber 7. grein samþykktum stjórn Suðurnesjabæjar. Fyrir liggur tillaga að forseti bæjarstjórnar næsta árs verði Jónína Magnúsdóttir. Liggja fyrir aðra tillögur fyrir fundinum. Svo er ekki. Ég biðji þá sem samþykkja að Jónína Magnúsdóttir verði forseti að gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. 3 sitja hjá, fulltrúar B-lista sitja hjá og bæjarfulltrúi Magnús Sigfús. Ég lýsi því þá yfir að Jónína Magnúsdóttir er rétt kjörin forseti bæjarstjórnar. Leið og ég óskaði henni til hamingju með embættið, vil ég fá að þakka fyrir mig fyrir að hafa verið í forseti hér frá stofnun Suðurnesjabæjar og lítið lengur. Ég óska eftir að við munum styðja forseta í starfi að venju og Jónína, gjörðu svo vel. Velkomin í pontu og taktu við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Ég veit ekki að þessu. Já, ég er sláð. Nei. Takk fyrir. Ég þakka fyrir traustið og vona auðvitað að við höfum bara eftir að eiga gott samstarf hér í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar og mun leggja mitt af mörkum til að svo takist. Það er komið að öðru máli á dagskrá sem er kosning í embætti 1. og 2. varaforseta og fyrir liggur tillaga frá meirihluta að Laufey Erlendsdóttir verði 1. varaforseti og Anton Kristinn Guðmundsson 2. varaforseti. Er einhver sem kveður þessu ljós? Ef ekki þá biðji þá sem samþykkja tillöguna að gefa merki. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum. Einhver á móti? Tillagan er þá samþykkt með 6 atkvæðum. Já, er nokkuð að glemma ykkur? Það er ekki. Við förum í 3. mál á dagskránni sem er kosning í bæjarráð. Það liggur fyrir munnlegt samkomulag milli meirihluta og B-lista að varpa hlutkesti upp á 3. aðalmann í bæjarráði samkvæmt D-hondsreglu. Ég gef orðið laust. Magnús, gjör svo vel. Nýkjörinn forseti og við skulum vona að okkur tekst vel að vinna þetta saman. En ég er með framboð til og vil leggja fram að það verði kosið í bæjarráð. Þannig að ég legg til að Magnús S. Magnússon leggur fram lista til kjörs í bæjarráð, aðalmaður Magnús S. Magnússon. Gjörðu vel.
Eru fleiri tillögur? Anton, þessu verð. Kjörinn forseti og kæru bæjarfulltrúar. Ég vil bara ítreka fram hérna að B-listi býður fram einn aðalmann í bæjarráð. Þannig að hérna, bara hérna, það sé alltaf skriflegt hvernig það á að vera. Takk. Ég óska eftir fundarhlé. Takk. Samþykkt.
Sýttur fundur. Eða þetta var það. Já, það er komið. Já, við setjum fundinn aftur. Ég þakka fyrir þessa eldskýrt hérna á fyrsta fundi sem forseti að reyna að finna út þessu máli við félögum mínum með það og ykkur öllum. Við þurfum að kjósa sérst 3 tillögur á listum og við höfum eftir að leggja fram sérst okkar hérna tillögu, meirihlutin, og við leggjum til að aðalmenn í bæjarráði verði Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður, Einar Jón Pálsson varaformaður og Laufey Erlendsdóttir. Varamenn eru Elín Frímannsdóttir, Oddný Kristín Ásgeirsdóttir og Jóna Magnúsdóttir. Þeir sem eru því samþykkir, hefur merki. Fyrirgjöðu. Þú voru að bera listana. Já, fyrirgjöðu. Takk fyrir, Magnús. Og Það 3 listar í kjöri, sko. já, Listi meirihluta. ásakið, þetta var listi meirihluta. B-listi, Anton Kristinn Guðmundsson aðalmaður og varamaður Úrsula María Guðjónsdóttir. Og 3. listi Magnús Sigfús Magnússon sem leggur fram listi til kjörs í bæjarráð sem aðalmaður. Bera fram lista meirihluta fyrst. Já, listi meirihluta, þeir sem eru samþykkir tillögu hans, gefur merki. Samþykkt með 6 atkvæðum. Þeir sem eru samþykkir lista B, tillögu B, gefur merki. Það eru 2 fulltrúar á B-lista. Þeir sem eru samþykkir tillögu Magnúsar Sigfúsar, gefur merki. Það er 1. Það þýðir að við þurfum að kasta upp fyrir þeim mann í bæjarráði á B-lista. Það er svona pening, Magnús. Og ég fann í tíkall einhvers staðar. Þú kasta bara upp. Hvor og hvað? Anton, gjör svo vel, hvað má bjóða þér? Hvor að hliðina? Já, hér eru loðna og skjaldan. Það við treystum bara skjaldan. Nú er ég langt í kastu upp. Loðna. Lóna. Það þýðir að tillaga meirihlutans nefn fram að ganga og Sigursveinn Bjarni verið formaður, Einar Jón Pálsson varaformaður, Laufey Erlendsdóttir. Og til vara Elín Frímannsdóttir, Oddný Kristín Ásgeirsdóttir og Jóna Magnúsdóttir. Þeir sem eru, já, þá göngum við bara til næsta máls, takk. Og það verður kannski næsta, já, fyrirgefðu Magnús Jóns. Og aðeins fyrir næsta mál. Hvað segirðu? Aðeins áður fyrir næsta mál. Já, úr sæti? Nei. Nei. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Ég er hérna með smá sneiðing. Magnús S. Magnússon óskar eftir því að vera áheyrnarfulltrúi í bæjarráði þar sem hans framboðslisti sem sjálfstætt starfandi bæjarfulltrúi hefur ekki náð kjöri í bæjarráði. Gjörðu. Takk fyrir þetta, Magnús. Eftir smá umræður þetta og já, fyrir ekki Anton. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þar sem að B-listi Framsóknarflokks nær ekki kjöri í bæjarráði, þá óska ég eftir því að B-listi fái áheyrn í bæjarráði. Takk. Takk fyrir þetta, Anton, Magnús. Það láðast mér bara að nefna það áðan og auðvitað á B-listi áheyrnarfulltrúa, samkvæmt 50. grein. En samkvæmt okkar upplýsingum að þá á Magnús Sigfús ekki rétt áheyrnarfulltrúa því hann er ekki með lista til kjörs sveitarstjórnar sem einstaklingur, samkvæmt 50. grein. Já, fleiri sem kveða sér ljós. Ef ekki, þá höldum við áfram í 4. mál á dagskrá. Já, fyrir ekki það. Það er ekkert mál.
Hvernig var samþykkt hérna áheyrnar? Fyrirgefðu. Anton Kristinn Guðmundsson áheyrnarfulltrúi B-lista, eða ekki? Já, ég óskaði eftir því. Já, Var það samþykkt samlega? Er það hérna sem áheyrnarfulltrúi? Hann var rétt á því. Hann á rétt á því. Sagði það hann. Þau var Úrsúla. Úrsúla til vara. Eins og við Já. lagðið fram í Já. erindinu á. Þú veist hvað bókinu fundi fyrir svo hann hafnað Já, þetta er samkvæmt og vísa. Súla af hérna, já, akkurat. Magnús. Það er líka bók að hafna, þetta er það sem er hafna, það er fyrst og náttúrulega fulltrúi. Já. Komið. Þá höldum við áfram með 4 mál sem er kosning aðal og varamannin. Já, fyrirgefðu. Læsa á takti málsáður og... Já, gjör svo vel. Gjör svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar. En mér finnst þetta alveg sérstök afgreiðsla. Hér tekur forseti sitt einkaleyfi og segir bara hvernig afgreiða skuli málið. Ég ber upp tillögu hérna og ég get ekki gert annað en kröfu það að það verði greitt atkvæði hana. Það liggur alveg fyrir. Það hlýtur að þurfa að afgreiða þessa beiðni með formlegum hætti. Það er ekki hægt að vísa henni bara einhvern veginn frá. Þannig að ég óska eftir því að það verði greitt atkvæði það hvernig skuli afgreiða það. Hvort sem að hún er henni vísa frá eða ekki. En allavega finnst mér að þurfa að horfa pínlítið á jafnræðið og það sem er í gangi. Þetta fólk þurfum aðeins að taka til í þeim armi. Það er visst jafnræði sem þarf að gilda í öllu lýðræði. Þannig að það er allavega líkillinn að það sé greitt atkvæði það sem er lagt hérna fram. Þú sko eftir örstuttu fundarhlé. Og við tökum aftur til fundar. Ég biðst bara afsökunar Magnúsar að hafa ekki lagt þessi tillögu fram fyrir þína til atkvæðagreiðslu og gerir það bara góðfúslega hér og nú. Þannig að þeir sem eru samþykkir tillögu Magnúsar sem að vera áheyrnarfulltrúi ekki við merki. Þeir sem eru á móti. Hann er hafnað með 6 atkvæðum. Gegn 3. Það var ekki framkvæmur með atkvæði. Já, bara hérna 6 atkvæðum S og 2 fulltrúum D-lista Árni og hérna Einari og samþykkt með hérna atkvæðum Magnús Sigfúsar og bæjarfulltrúar Antons og Sunnefu D-lista.
aðkomi. Þá göngum við til dagskrár á fjórða mál. Aftur. Já, eins og vel. Forseti, þú er bæði fulltrúar. Minn skilningur er sá að það ber líka að afgreiða tillögu biðlistans með formlegum hætti. Það getur ekki verið einhver ákvörðun fundarstjóra að gefa leyfi svona. Þetta er alltaf í umboði bæjarstjórnar sem að bæjar á starfar og áheyrnarfulltrúar. Þannig að það getur ekkert verið annað en að þurfa að afgreiða hana með formlegum hætti. Þannig að ég lýsi því yfir að það þarf að greiða atkvæði um þetta. Takk fyrir Magnús. Við bara erum góðfúslega við því og leggjum þá fram til samþykktar tillögu lista sem áheyrnarfulltrúa. Hver eru því samþykkir? Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Með áheyrnarfulltrúa biðlista. Sem var að búa að leggja fram það rétt á. Ég hafði ekki verið afgreitt með... Já. Það var 6 atkvæði. Nei, öllum greiddum atkvæðum. Fleiri sem kveða sér ljós. Þá er komið að kosningu að al- og varamanni nefndir og ráðs Suðurnesjabæjar til út kjörtímabilið. Og við meirihluti er með tillögu að 4 aðalmönnum og 4 varamönnum í nefndir og við tökum bara hver nefnd fyrir sig, afgreiðum hana þannig og leggjum til við byrjum á fræðsluráði og við leggjum til 4 aðalmenn, Jóna Magnúsdóttir formaður, Elín Björg Gísladóttir varaformaður, Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Ósk Matthildur Arnarsdóttir, varamenn Júdit Sófursdóttir, Jónatan Már Sigurjónsson, Ástrós Jónsdóttir og Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir hæti. Ekki voru laust. Anton, gjör svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, B-listi Framsóknarflokksins leggur fram 2 aðalmenn í fræðsluráð og vil ég rétta forseta það. Takk fyrir. Já. Eru fleiri tillögur? Þá göngum við til kosninga tillögu frá meirihluta, þeir sem eru henni samþykkir til merki, samþykkt með 6 atkvæðum. Þeir sem eru samþykkir tillögu B-lista gefa merki. Það eru 3, þeir sem eru á móti. Þá þurfum við að kasta upp hver á 5 mann í nefndinni. Magnús, ertu með peningin? Það er að halda við skjaldarmerki, Anton. Þú mátt ráða núna. Má ég ráða núna? Þá vel ég skjaldarmerki. Það er minn. Það er skjaldarmerki. Tóku skjaldarmerki. Það þýðir að tillaga... Nei, Anton. Já. Ég valdi, er það ekki rétt? Já. 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 Er ég að miskila eitthvað? Nei. Nei, Þú ok. valdir skjaldarmerki. Já. Ég var með skjaldarmerki en við fengum þennan auka mann. Já, ok. Þá ætlum við að leggja fram. Já, það er það sem ég var að gera. Ok. Það fá að koma... Þú fekkst, já. Já. Þá er ég forseti ágætu bæjarfulltrúar, þá legg ég fram sem sagt, þetta er þá aðalmaður og varamaður tilgreindur sérstaklega. Takk. Þú þessi þú allir spöð. Já, bara rétt fyrir nefnd.
Þá er nefndin þannig í fræðsluráði, Jónína Magnúsdóttir formaður, Elínbjörg Gísladóttir varaformaður, Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Ósk Matthildur Arnarsdóttir og Úrsula María Guðjónsdóttir. Tökum okkur smá tíma í þann, þetta sé allt rétt skráð hérna. Og varamenn Júdit Sófusdóttir, Jónatan Már Sigurjónsson, Ástrós Jónsdóttir, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir og Karel Bergmann Gunnarsson. Þeir sem eru þessi samþykki gefið merki. Samþykkt með 8 atkvæðum. Einhverju móti? Það er ekki samþykkið það. Eitthvað sem kveður sér ljós. Þá bara tökum við hverja nefndina svona á fætur annarri og þá tökum við fyrir íþrótta- og tómstundaráð og við leggjum fram aðalmenn Svavar Gretarsson formaður, Marin Oddur Bjarnason, Jóhann Jóhannsson varaformaður, Eva Rut Vilhjálmsdóttir, varamenn Annes Múklis, Jóhann Helgi Björnsson, Viktoría Íris Kristinsdóttir og Hanna Margrét Jónsdóttir. Og Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. B-listi Framsóknarflokks leggur fram 2 aðalmenn í íþrótta- og tómstundaráð. Gjörðu svo vel. B-listi leggur til að aðalmenn sé Hulda Ósk Jónsdóttir og Karel Bergmann Gunnarsson, varamenn Gísli Jónatan Pálsson og varamaður Sunneva Ósk Þóroddsdóttir. Þeir sem eru samþykkir? Samþykkir hverju? Nei, fyrirgefðu, við gerum hlutkesti, fyrirgefðu, er það ekki? Er ég að ruglast þetta? Ritari þarf smá tíma? Ekki stress. Nei, tökum þetta rólega. Eftirlega, Magnús. Ritari þessu mynd. Já, ég veit. Ég get svo sem gert það með hana kannski hann að vita, ekki? Björn Smá Sjans. Já, þessi smá það. Kjörin í fræðsluráðinu fyrir B. Hvað spyrir hver? María, Já. Aðal, ertu ekki með blaði? Var Karin Bergmann? Ég skal bara setja alltaf blaði hérna þar. Þetta er svolítið fundur, sko. Já. Karin Bergmann. Hvert voru komið?
Við erum komin í nei, við þurfum að leggja fram aftur til samþyktar. Íþrótta- og tómstundaráð, vildur ekki gera með hverja nefnd? Þú verður ekki kjósa nefndaskipan eða tillöguna? Jú, kjósum tillöguna fyrst Já. og við kjósum þá tillögu meirihluta, þeir sem eru henni samþykkir. Við samþykkjum þeir sem kjósum með tillögu B-lista, gefa hvað, það eru 3 og við þurfum þá að fyrir hlutkesti. Magnús, ertu tilbúin? Þú halda... Má ég velja núna? Já. Ég ætla að taka skjaldarmerkið. Rýmustu skjaldarmerkið. Lóna. Hvað segirðu? Lóna annað til að kastu. Er þetta eitthvað vel? Það er ekki að lóna. Þannig að Íþrótta- og tómstundaráð er rétt kjörið samkvæmt meirihluta og Anton, þú færir mér hérna listana. Aðalmaður frá B-lista er Hulda Ósk Jónsdóttir og varamaður Karel Bergmann. Og telst á nefndir rétt kjörin. Hvað sagði það? Já, þú fær bara listina nefnd í gerð. Svo það sé ekki flægist um það fyrir. Smá pása. Við lætum bara vita. Komið. Þá fyrir við í ferðasafn og menningarráð og meirihluti leggur fram aðalmenn. Það er Oddný Kristín Ásgeirsdóttir formaður, Hlynur Þór Valsson varaformaður, Heiðrún Tara Púlsen Stefánsdóttir, Arnar Geir Ásgeirsson, varamenn Rakel Jónsdóttir, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir Hæde, Guðbjörg Guðmundsdóttir, Bogi Jónsson. Og já, Anton Björnsvöld. Forseti og ágæti bæjarfulltrúar, B-listi Framsóknarflokks leggur fram 2 menn í ferðasafn og menningarráð. Rétti forseta til okkar. B-listi hefur lagt fram 2 aðalmenn, Óskar Helgason og Sunnu Ósk Þóroddsdóttir og varamenn Karel Bergmann Gunnarsson og Huldu Ósk Jónsdóttir. Og við förum í atkvæðagreiðslu tillögu meirihlutans, þeir sem henni samþykkir, merki, samþykkt með 6 atkvæðum, þeir sem eru samþykkir nefndarskipan B-listan gefur merki, það eru 3 fulltrúar. Við förum í hlutkesti. Hvað ég velja? Á ég velja þú? Já, ég ætla að velja skjaldarmerki. Lóna. Já, þá fylgir bara þetta blað. Þá er hvað? Þá er breyting hér á ferðasafna og menningarráð frá því sem meirihluti lagði fram. Þannig að aðalmenn, við erum kannski aðeins að fara yfir þetta hérna, það ekki? Aðalmenn eru þá Oddný Kristrún, Heiðrún Tara, Hlynur, Óskar og Helgason og Sunnu Ósk. Varamenn eru þá, þú færð svo blaðið? Já. Rakel Jónsdóttir, Sigrún Harpa, Guðbjörg Guðmundsdóttir, Karel Bergmann og Hulda Ósk. Ok.
smá tíma. Jú, svo. Það verður Sunna eða Sunna. Ha? Sunna, Já, ekki? fyrir ekki. Það er ég sem. Já. Varamenn. Það er það. Sigrún. Hver er að varamenn frá? Hvað séu? Sigurður Frank, Rakel, Sigurður Frank, Guðbjörg. Guðmundsdóttir. Bóðið. Kom með. Karin. Ok, herru, þá erum við komin í fjölskyldu og velferðarráð og meirihlutinn leggur fram aðalmenn Laufey Erlendsdóttir formann, Þórsteinn Sigurjónsdóttir varaformann, Rakel Ósk Erkard, Eysteinn Már Guðjónsson, varamenn Fanný Þórisdóttir, Laufey Margrét Magnúsdóttir, Thelma Dís Eggertsdóttir og Sindri Lars Ómarsson. Anton Gjörður. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, B-listi Framsóknarflokks leggur fram 2 aðalmenn í fjölskyldu og velferðarráð. Við komum með 2 tillögur, þeir sem að samþykja tillögum meirihlutans. Já, fyrirgefðu, gleyma að nefna, þetta er hérna, B-listi leggur fram 2 aðalmenn, Sunnu Ósk Þórhallsdóttir og Sigfríði Ólafsdóttir, varamenn Úrsúlu Maríu Guðjónsdóttir og Huldu Ósk Jónsdóttir. Þeir sem að samþykja tillögu meirihlutans gefur merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Þeir sem að samþykja tillögu nefndaskipan B-listans gefur merki. Það er samþykkt með 3 atkvæðum. Þannig að við fyrir með hlutgesti. Anton gjör svo vel. Velja. Tæki. Það er alltaf með skjáðamennir og... Það er alveg. Það er loðan. Sem því að nefndin meirihluta heldur sér. Rétt kjörin. Já. Og Ég finn með endalegt nefndatíma. takk fyrir. Aðalmenn frá B-lista eru þá Sunna Ósk Þórsdóttir og varamaður Sigfríður Ólafsdóttir. Já, hann er að gera. Ok. Við förum þá í næstu nefnd sem er framkvæmda og skipulagsráð. Meirihlutinn leggur fram eftirfarandi aðalmenn, Einar Jón Pálsson formaður, Jón Ragnar Ástráðsson varaformaður, Elín Frímannsdóttir, Önundur Björnsson, varamenn Guðlaug Helga Sigurðardóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson,
Jóna Magnúsdóttir og Telma Dís Eggertsdóttir. Biðlisti, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, biðlisti Framsóknarflokks leggur fram 2 nefndamenn í framkvæmda- og skipulagsráð og hérna okkar tillaga. Tillaga B-lista er að aðalmenn verði Gísli Jónatan Pálsson og Baldur Matthías Þóroddsson, varamenn Anton Kristinn Guðmundsson og Úrsula María Guðjónsdóttir. Við göngum til samþykktar tillögu meirihlutans. Þeir sem eru henni samþykkir gefa merki. Það er greitt með 6 atkvæðum. Þeir sem eru samþykkir nefndarskipan B-lista gefa merki. Það er samþykkt með 3 atkvæðum. Þannig að við förum í hlutkesti. Og ég ætla bara að velja hérna Lónina. Það þýðir að það er breyting hérna. Anton, þú ert væntanlega, nei, fyrirgefðu, þetta stendur fyrirgefðu, þið fenguðu þetta. Það þýðir að það er breyting á nefndinni. Einar Jón Pálsson formaður, Elín Frímannsdóttir, Jón Ragnar Ástþórsson, Gísli Jónatan Pálsson og Baldur Matthías Þóroddsson, aðalmenn. Varamenn Guðlaug Helga Sigurðardóttir, Sigursveinn, Jóna Magnúsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson og Úrsula María Guðjónsdóttir. Já. Það er þá nefndir rétt kjörinn. Þá eigum við eftir eina 5 manna nefnd. Ég hef Magnúsi smátækifæri til að rita. Ekki spennandi. Já, það er margt í því, sko. Allt hefst við vestum. Þá leggur meirihluti til í Hafnaráð aðalmenn Önundur Björnsson formaður, Jón Heiðar Hjartarson, Jón Gunnar Sæmundsson og Jón Snævar Jónsson. Jón Heiðar Hjartarson varaformaður, ásæki. Vara Elín Frímannsdóttir, Jóhann Jónsson, Laufey Erlendsdóttir og Rakel Jónsdóttir. Biðlisti ykkur svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, biðlisti Framsóknarflokksins leggur fram 2 aðalmenn í Hafnaráð og læt ég forseta hafa til okkar. Takk. Biðlisti leggur til aðalmenn Baldur Matthías Þóroddsson og Anton Kristinn Guðmundsson, varamenn Úrsula María Guðjónsdóttir og Jón Sigurðsson. Við göngum til atkvæðagreiðslu tillögu meirihlutans, þeir sem hana samþykkja gefa merki. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Þeir sem samþykkja nefndarskipan B-lista gefa merki. Það er samþykkt með 3 atkvæðum, þannig að við fyrir með hlutlisti. Anton, er ekki komið að velja? Það var ég. Það er þú. Anton. Þú bara velja skjaldarmerki. Já. Sko, það tókst. Það velja skjaldarmerki. Það er því breyting í Hafnaráði, Önundur Björnsson formaður, Jón Heiðar Hjartarson varaformaður, Jón Gunnar Sæmundsson, Baldur Matthías Þóroddsson og Anton Kristinn Guðmundsson aðalmenn. Til vara, já, nú er ég bara ekki alveg viss með röðina. Já, hver er þessi? Ok, já. Elín Frímannsdóttir, Laufey Erlendsdóttir og Rakel Jónsdóttir, Úrsula María Guðjónsdóttir og Jón Sigurðsson og er þessi nefndir rétt kjörin. Þá erum við búin að fara í gegnum allar þessar 5 nefndir. Það er einhver sem kveður sér ljós varðandi þetta.
þessa afgreiðslu. Þá já, aðeins. Það bara ein nefndan eftir undir þessum lið sem stjórn Bílastæðasjóðs Suðurnesjabæjar. Tillaga að Laufey Erlendsdóttir sé formaður og Anton Kristinn Jónsson sé í nefndinni. Stefán Jónsson fulltrúi Savia. Þeir sem eru aðra tillögur. Þeir sem samþykkja þessa tillögu, gefa merki. Samþykkt samhliða. Viltu að halda áfram? Mér? Já. Má halda áfram. Það er komið að 5. mál á dagskrá sem kosning þingfulltrúa hjá samtöku sveitarfélaga og í stjórni samanber C-lið 44. grein samþykktar stjórn Suðurnesjabæjar. Eftirfarandi tillögur eru lagðar hérna fram með breytingum á fulltrúum í stjórn Suðurnesjabæjar í viðkomandi stjórnum og verkefnum. Aðri leyti gildir skipan fulltrúa sem bæjarstjórn hefur áður samþykkt. Þannig ég mun lesa bara upp fyrir nú breytingarnar sem hafa orðið á þeim nefndum sem við á. Er allir sátt við það? Já. Og mun bara hérna bjóða upp á að vera aðra tillögur hérna eftir. Það er stjórnsamband sveitarfélaga á Suðurnesjum, aðalmaður Jóna Magnúsdóttir, varamaður Sigursveinn Bjarni Jónsson.
Almannavarnanefnd Suðurnesja utan Grindavíkur, varamaður Sigursveinn Bjarni Jónsson. Heilbrigðisnefnd Suðurnesja, aðalmaður Elín Frímannsdóttir, varamaður Jón Ragnar Ástþórsson. Stjórn Kölkusorpeyðingastöðvar, varamaður Laufey Erlendsdóttir. Brunavarnir Suðurnesja, aðalmaður Sigursveinn Bjarni Jónsson. Heklan atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, varamaður Jónína Magnúsdóttir. Reykjanes jarðvangur, varamaður Sigursveinn Bjarni Jónsson. Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, varamaður Elín Frímannsdóttir. Stjórn Náttúrustofu Suðvesturlands, varamenn Karel Bergmann Gunnarsson. Öldungaráð, aðalmenn Þorsteina Sigurjónsdóttir, var hún reyndar ekki áður? Já, afsakið. Breytingin Úrsula María Guðjónsdóttir og varamenn Elín Frímannsdóttir og Sunna Þórisdóttir. Fulltrúar á Brunabótafélag Íslands, aðalmaður Sigursveinn Bjarni Jónsson, varamaður Elín Frímanns. Landsþingssamband Íslenskra sveitarfélaga, aðalmenn Sigursveinn Bjarni Jónsson, Jónína Magnúsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, varamenn Oddný Kristín Ásgeirsdóttir, Laufey Erlendsdóttir og Úrsula María Guðjónsdóttir. Stjórn Fasteignafélags Sandgerðis, það óbreytt. Stjórn Fasteignafélagsins Sunnubraut, aðalmaður Laufey Erlendsdóttir. Svæðisskipulagsnefnd óbreytt. Stjórn Uppbyggingarsjóðs, aðalmaður Hlynur Þór Valsson og varamaður Jónína Magnúsdóttir. Eru einhverjar aðrar tillögur hér undir þessum lið? Eitthvað rangt? Engar athugasemdir. Þeir sem eru þessu samþykki gefið merki. Samþykkt með 8 atkvæðum þeir sem eru á móti. Já, samþykkt með 8 atkvæðum S-lista, O-lista, B-lista og 2 fulltrúum D-lista. Einar, Jóni og Oddný. Já, það er Magnús yfir hjá. Takk fyrir. Svona hjá völd. Nei, það samþykkt með 8 atkvæðum Magnús yfir hjá. Fleiri sem kveður sér hljóð undir þessum lið. Ef ekki þá höldum við áfram dagskrá. 7. og síðasta mál á dagskrá er yfirlýsing samstarf og áherslur D- og S-lista út kjörtímabilið og Sigursveinn gjörðu svo vel. Nýkjörinn forseti og bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég les hér upp málefnasamning nýs meirihluta og hann hljómar svo: Bæjarfulltrúar O, S og 2 fulltrúar D-lista hafa komist að samkomulagi samstarf út kjörtímabilið. Lögð áhersla á gott samstarf allra sem koma að málefnum Suðurnesjabæjar. Samkomulagið byggir á stefnuskrám listanna 3, D, O og S lista, þar sem lögð verður áhersla á eftirfarandi málefni. Göngu- og hjólastígur verði lagður til Reykjanesbæjar frá Garði og Sandgerði í samstarfi við Vegagerðina. Aðkoma og ásýnd á Garðskaga bætt, forgangsraða í samræmi við deiliskipulag, skipuleggja og merkja heilsustíga í báðum byggðakjörnum, koma strandgötu á áætlun Vegagerðar og einnig breikkun vegar milli byggðakjarna, heilsueflandi samfélagi gert hærra undir höfði, unnið verið samkvæmt greiningu á húsnæði sveitarfélagsins og gerð áætlun notkun og mögulega sölu eigna, áframhaldandi uppbygging íbúðar og atvinnuhúsnæðis, meta framtíðar þörf á húsnæði Sandgerðisskóla, fjölga búsetuúrræðum fyrir fólk með fötlun, öryrkja og aldraða, þétting byggðar samkvæmt áætlun á framkvæmda og skipulagssviði, tímasetja áætlun og vinna að heildaryfirliti vegna fráveitumála, bæjarskilti rísi við Rósaselstorg, vinna markvisst eftir umhverfisstefnu sveitarfélagsins, unnið verið að því að styrkja gróður og skjólmyndun með skógrækt og vistheimt á sérstökum skógræktarsvæðum og í tengslum við opin svæði.
auka hagræðingu í rekstri og ná fram auknu fjármagni til framkvæmda. Unnið verði eftir áður samþykktri tillögu uppbyggingu gervigrasvallar á aðalvelli Reynis. Stúka verði sett við aðalvöll Víðis ásamt vökunarkerfi, fegrun umhverfis við vallarhús félagsins. Bæta æfingaaðstöðu fyrir yngri flokka knattspyrnufélagsins Víðis í samstarfi við félagið. Tryggja rekstur frístundabíls og efla þá þjónustu. Undirbúningur verði hafinn að nýjum leikskóla í Garði fyrir lok kjörtímabils. Fylgja eftir mennta- og frístundastefnu. Halda áfram að þrýsta markvisst á að fá heilsugæslu í sveitarfélagið. Leiksvæði byggð upp samkvæmt áætlun. Áframhaldandi stefnumótun í dagvistunarmálum barna. Efla lista- og menningartengda starfsemi með aukinni fjölbreytni. Stutt verði áfram við öfluga og blómlega starfsemi byggðasafnsins. Fækka bæjarfulltrúum úr 9 í 7 og það taki gildi við kosningar 2026. Efla rafræna stjórnsýslu. Reglulegir opnir íbúafundir, sérstaklega í tengslum við fjárhagsáætlun hvers árs. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigursveinn. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessu lið? Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég gleðst yfir því að nýr meirihluti hyggist halda áfram á sömu vegferð og við vorum að vinna að. Og ég fagna því sérstaklega að fulltrúa B- og D-lista sem var afgreidd út úr bæjarráði á síðasta bæjarstjórnarfundi að gervigrasvöllur muni rísa á hagkvæmasta hætti á aðalvelli Reynis í Sandgerði. Því ber að fagna að sú ákvörðun standi og einnig er ánægjulegt að nýr meirihluti ætla að halda áfram að þrýsta á heilsugæslu hér í bæ en þau ánægjulegu tíðindi bárust mér í síðustu viku frá heilbrigðisráðherra að hann sé á næsta leiti að koma hérna Willum Þór Þórsson að skrifa undir viljayfirlýsingu við sveitarfélagið heilsugæslu í Suðurnesjabæ. Þetta hefur verið mikið baráttumál hjá okkur í Framsókn síðan við náðum kjöri hérna eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar og ég óska nýjum meirihluta bara velfarnaðar í starfi og að sjálfsögðu munum við í Framsókn styðja öll góð málefni sem meirihlutin leggur til. Takk. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Já, ég bara þakka Antoni fyrir þetta og tek undir það að það er frábært ef við höldum áfram að styðja góð mál frá minnihluta og meirihluta saman áfram eins og við höfum í mjög mörgum málum gert á þessu kjörtímabili. Ef ekki fleira liggur fyrir fundinum í dag, þá er komið að lestri fundagerðar ef hún er klár til lestrar. Já, við gerum bara smá fundarhlé. Takk.
Við göngum þá aftur til fundar eftir hlé og er komið að lestri fundagerð. Gjör svo vel, Magnús. Forseti, góð bæjarfulltrúar. Fyrst afsökun á þessu töfum, en byrjaði óska nýkjörnum forseta og öðrum til hamingju með kjöri sem hafa fengið hér kosningu í dag og bara verið gott samstarf framhaldinu. Ég ætla að lesa hér já. Fyrsta lagi, það er sem áður gengið á þetta dagskrá og var lögð fram eftirfarandi yfirlýsing. Það sem ég, Magnús S. Magnússon, kennitala er kjörin inn í bæjarstjórn á D-lista og er ekki aðilega þeim meirihluta D-, O- og S-lista sem nú eru verið að mynda. Vil ég, Magnús S. Magnússon, lýsa því yfir að ég mun starfa sem sjálfstæður einstaklingur í þeim málefnum sem lúta að störfum bæjarstjórnar þar sem eftir er á þessu kjörtímabili. Síðan var fyrsta mál, það var kosning forseta bæjarstjórnar. Spurning hvort ég les bara ákvæmstunar, er það ekki? Nú. Samþykkt með 6 atkvæðum fulltrúa D- og S-lista að Jóhanna Magnúsdóttir verið forseti bæjarstjórnar til 1 árs og tók hún við stjórn fundarins, fulltrúa B-lista og Magnús S. Magnússon sátu hjá. Annar mál, kosning fyrst og annars varaforsta. Samþykkt með 6 atkvæðum fulltrúa D- og S-lista að Laufey Erlendsdóttir verið fyrsti varaforsti og Anton Kristinn Guðmundsson annar varaforsti til 1 árs. Fulltrúa B-lista og Magnús S. Magnússon sátu hjá. Síðan er bæjaráð kosning. Þá kemur hérna til málstóku MSM, AKG og JM. Er það rétt? Tekið eftir hjá mér. Þið látið vita ef það er eitthvað. Já, þá er hérna sem sagt bókun svona. Magnús S. Magnússon lagði frá lista með tillögum að hann verið kjörið fulltrúi í bæjaráð. Lagði var frá lista frá B-lista að Anton K. Guðmundsson verið aðalmaður og Úrsúla María Guðjónsdóttir verið varamaður í bæjaráði. D- og S-listi lögðu fram eftirverandi lista fulltrúi í bæjaráð, Sigursveinn Bjarni Jónsson formaður, Einar Jón Pálsson varaformaður og Laufey Erlendsdóttir, varamenn Elí Frímannsdóttir, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir og Jóna Magnúsdóttir. Já, þarna kemur einn bóku, ég veit ekki alveg hvort hún er heima þetta, þið láttum mig vita. Í samræmi við 3. málsgrein 47. greinar sveitarstjórnarlaga munu varamenn á listanum sem eru þar fulltrúar sama flokks eða framboðslista og svo aðmaður nefnd sem ræði taka sæti hans í bæjaráði í þeirri röð sem þeir voru kosnir til án tillits til þess hvar þeir annars er í röð varamanna. Já, svo kemur hérna eitthvað sem ég er að laga. Magnús S. Magnússon óskaði eftir því að vera áheyrnarfulltrúi í bæjaráði þar sem hans framboðslisti er sjálfstætt starfandi bæjarfulltrúi hefur ekki náð kjör í bæjaráði. Ég þarf að laga röðin á þessu eftir. Síðan kemur afgreiðslan að varpa á hlutgestum skipan bæjarráðs og náði listi D- og S-lista kjöri, samþykkt samhljóð Anton Kristinn Guðmundsson fulltrúi B-lista verið áheyrnarfulltrúi í bæjaráði og Úrsúla María Guðjónsdóttir var að Magnús S. Magnússon óskar eftir því að vera áheyrnarfulltrúi í bæjaráði. Já, þetta þarf dett út, fyrirgefið. Ég var ekki alveg búinn að reynsa þetta. Svo kemur hér ósk Magnúsar S. Magnússon að vera áheyrnarfulltrúi í bæjaráði var hafna með 6 atkvæðum fulltrúa D- og S-lista gegn 3 atkvæðum fulltrúa B-lista og Magnúsar S. Magnússonar. Það var aðgáðast þetta strax eða? Hæ? Já, býtu. Vilt þú taka niður? Já, ég skal taka niður. Hvað segir þú? Ég var aldrei var við þessi bókun að laða fram. Nei, þess vegna sagði ég að það þarf að skoða það. Og hérna, þetta er bara, það er alveg réttið, hún var aldrei Það borin var aldrei laða fram, þannig að ég skættur hún bara fjallað út. Já, við gerum það bara, Fundargerðinni. ég skal gera það. Vist afsökun á þessu. Síðan 4. mál, það er kosning aðal og varamann í nefndur ráð Suðurnesjabæjar til 4 ára, það er að vísu til loka yfirstandi kjörtímabils. Til málstóku AKG og JM. Framkomi lista frá D- og S-lista og frá B-lista við fulltrúi nefndir og var eftirvarandi niðurstaða eftir að varpa á hlutkisti. Ég var bókað þetta bara í haust til að vera ekki að þurfa að bóka við hvert og eitt. Ég vona að það sé í lagi. Ef ekki þá breytum við því.
Það er í fyrsta lagi fræðsluráð, aðalmenn, Jónína Magnúsdóttir, formaður, Elínbjörg Gissurardóttir, varaformaður, Sigurbjörg Ragnarsdóttir, Ósk Matthildur Arnarsdóttir og Úrsúla María Guðjónsdóttir. Varamenn, Júdith Sófusdóttir, Jónatan Már Sigurjónsson, Ástrós Jónsdóttir, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir, Hæti og Karel Bergmann Gunnarsson. Íþrótt- og tómstundaráð, aðalmenn, Sá Gretarsson formaður, Jóhann Jóhannsson varaformaður, Marnótur Bjarnason, Everud Vilhelmsdóttir og Hulda Ósk Jónsdóttir. Varamenn, Anes Múklis, Jóhann Helgi Björnsson, Viktor Íris Kristinsdóttir, Hanna Margrét Jónsdóttir og Karel Bergmann Gunnarsson. Ferðasafn og menningaráð, aðalmenn, Oddný Kristján Áskísdóttir formaður, Hlynur Þór Valsson varaformaður, Heiðrún Tara Pólsen Stefánsdóttir, Óskar Helgason og Sunneva Ósk Þóroddsdóttir. Og varamenn, Rakel Jónsdóttir, Sigrún Harpa Sigurjónsdóttir, Hæti, Guðbjörg Guðmundsdóttir, Karel Bergmann Gunnarsson, Hulda Ósk Jónsdóttir. Fjölskyldu velferðarráð, aðalmenn, Laufey Erlendsdóttir formaður, Þórsteina Sigurjónsdóttir varaformaður, Rakel Ósk Eckart, Eysteinn Már Guðvarsson, Sunneva Ósk Þóroddsdóttir. Varamenn, Fanný Þórisdóttir, Laufey Margrét Magnúsdóttir, Thelma Dís Eggertsdóttir, Sindri Lars Ómarsson og Sigfríður Ólafsdóttir. Framkvæmd skipulagsráð, aðalmenn, Einar Jón Pálsson formaður, Jón Ragnar Ástórsson varaformaður, Elín Frímannsdóttir þarna har ég laga. Gísli Jónatan Pálsson og Baldur Matthías Þóroddsson. Varamenn, Guðlaug Helga Sigurðardóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson, Jónína Magnúsdóttir, Anton Kristi Guðmundsson og Úrsúla María Guðjónsdóttir. Hafnaráð, aðalmenn, Önundur Björnsson formaður, Jón Heiðar Hjartarson varaformaður, Jón Gunnar Sæmundsson, Baldur Matthías Þóroddsson og Anton Kristi Guðmundsson. Varamenn, Elín Frímannsdóttir, Rakel Jónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Úrsúla María Guðjónsdóttir og Jón Sigurðsson. Stjórn bílastæðasjóðs Suðurnesjabæjar, aðalmenn, Laufey Erlendsdóttir formaður, Anton Kristi Guðmundsson og fulltrúi Ísafía sem skráður Stefán Jónsson. Síðan 5. málið, kosning þingfulltrúa hjá samtökum sveitarfélaga í stjórnir samkvæmt C-lið 45. greinar, 44. greinar samþykktarstjórn Suðurnesjabæjar og það er að ræða breytingar á fulltrúum hjá samtökum og stjórnum. Tók einhvern til máls undir því, ég hef ekki skráð það Ekki undir 5. máli. Nei. Þá voru afgreiðslan eftirfarandi tillögur og samþykktar með 8 atkvæðum breytingar á fulltrúa Suðurnesjabæjar viðkomandi stjórnum og verkefnum. Að öðru leyti gildir skipan fulltrúa sem bæjarstjórn hefur áður samþykkt. Magnús S. Magnússon satt hjá. Var ekki rétt eftir tekið. Þá er það stjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, aðalmaður Jónína Magnúsdóttir, varamaður Sigursveinn Bjarni Jónsson, almannavarnanefnd Suðurnesveitar Grindavíkur, það er varamaður Sigursveinn Bjarni Jónsson, heilbrigðisnefnd Suðurnesja, aðalmaður Elín Frímannsdóttir, varamaður Jón Ragnar Ástórsson, stjórn Kolku sorpeyðingarstöð, varamaður Laufey Erlendsdóttir, Brunavarnir Suðurnesja, aðalmaður Sigursveinn Bjarni Jónsson, Heklan atvinnuþróunarfélag Suðurnesja, varamaður Jónína Magnúsdóttir, Reykjanes jarðvangur, varamaður Sigursveinn Bjarni Jónsson, skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar, varamaður Elín Frímannsdóttir, stjórn Náttúrustofu Suðvesturlands, aðalmenn Sunneva Ósk Þóroddsdóttir, Jón Ragnar Ástórsson og svo fulltrúi SSS samkvæmt tilnefningu. Varamenn Karl Bergmann Gunnarsson, Jónína Magnúsdóttir og fulltrúi SSS samkvæmt tilnefningu. Karel. Já, Þetta er líka, átti ekki bara að vera breytingar. Jú, bara Karel Bergmann Gunnarsson. Fyrir punktaðir niður laga á eftir. Hvar var ég komin? Já, varamenn í stjórn Náttúrustofu held ég. Karl Bergmann Gunnarsson, Karel, Jónína Magnúsdóttir og svo fulltrúi SSS. Öldungaráð, aðalmenn Þórsteina Sigurjónsdóttir formaður og Úrsúla María Guðjónsdóttir, varamenn Elín Frímannsdóttir og Sunneva Ósk Þóroddsdóttir. Fulltrúar Brunavarnafélags Íslands, aðalmaður Sigursveinn Bjarni Jónsson, varamaður Elín Frímannsdóttir, landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga, aðalmenn Sigursveinn Bjarni Jónsson, Jónína Magnúsdóttir og Anton Kristi Guðmundsson, varamenn Oddný Kristján Áskísdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Úrsúla María Guðjónsdóttir, stjórn Fjarsteignafélagsins Sunnubraut 4, aðalmaður Laufey Erlendsdóttir,
Stjórn uppbyggingarsjóðs aðalmaður Hlynur Þór Valsson, varamaður Jónína Magnúsdóttir. Á ég að lesa yfir alla bókur meirihlutar? Vil ég það? Ég lesa bara inngang, bæjarfulltrúar OS og 2 fulltrúar D-lista hafa komist að samkomulagi um samstarf út kjörtímabilið. Lögð er áhersla á gott samstarf allra sem koma að málefnum Suðurnesjabæjar. Samkomulagi byggir á stefnuskrárlistan 3 svo framvegis þar sem lögð verður áhersla á eftirfarandi málefnum, svo bara kemur það. Herðu, þetta er búið að vera heilmikið jobb að skrifa þessu fundagerð. Ég tók til máls undir þessu. Undir þessu lið? Já, ok. Já, ég skráði það, það kemur hérna. Til máls tóku SBJ, AKG og JM. Ég þakka þolinmæði. Takk fyrir Magnús, þetta var bara fínt og var skyldir hafa náðu þessu öllu saman. Þetta var heljarna fundur og atkvæðagreiðsla og mikið af nöfnum. Ykkur fleiri athugasemdir við fundagerðina en þessum aðra sem hafa komið fram nú þegar? Nei. Þá telst hún samþykkt og fundi slitið klukkan, hvað er klukkan? 19:12. Þú þurfum bara að lesa vel yfir. Já.